En já, við ætlum að halda fram að forvitnast það sem að gerast hér á Suðurlandinu og sumar á Selfossi bæjarhátíðin hér á Selfossi og heldur mann upp á hana núna þessa helgina og til að forvitnast örlítið meira þessa hátíð þá hann Guðjón Bjarni Hálfdanarson hjá Árborgarliðinu mættir hérna til mín, sælblessaður. Sælblessuð, takk fyrir að taka mót okkur. Já, sjálfsagt. Þið Árborgarliðið í rauninni sér undirbúning þessarar bæjarhátíðar. Já, við höfum gert það og erum búin að halda hana með þessu ívafi núna svona undanfarin 6 ár eins og hún núna. Og það bara stjórnin og leikmenn og aðri velunarar sem að sjá að þessi hátíð sé haldin. Og þetta fer alltaf svona svolítið stækkandi? Já, þetta fer stækkandi og það náttúrulega bara skemmtilega við þetta að hátíðin fer stækkandi og klúbburinn fer stækkandi. Þannig að það það sem við erum að sækjast eftir, við erum að sækjast eftir að stækka og geta gefið meira á okkur til sveitafélagsins. Og þið hafa verið að því, þið hafa verið að sinna svona alls konar góðgerðarmálu líka og safna peningum fyrir hitt og þetta? Já, við höfum verið að gera það og okkur eins og ég segi, okkur finnst það bara mjög mikilvægt og finnst það bara að vera stór partur í því að vera íþróttafélag að það að gefa af sig líka. Við erum að óska eftir stuðningi frá fólki og þá finnst okkur mjög gott að geta svara í sömu mynd. Og það bara eitt af markmiðum klúbbsins sem við settum okkur að það að reyna að vera öðrum félögum til fyrirmyndar hvað þetta varar. En það mikil skipulagning sem að fylgir svona stóri hátíð. Við tala ekki þegar við erum komin með hátíð frá miðvikudegi til sunnudags. Heldur betur og það er við getum sagt að það eru mörg handtök sem að þarna bakvið og það er verið að keyra vel á mannskapnum sem í liðinu og í kringum þetta en það er skemmtilega við það að allir sem að þessu koma þeir gerir þetta allir með bros og vör því að við vitum hvað þetta skilar miklu inn í sveitafélagið. Já, nákvæmlega. En þetta byrjaði nú allt saman í gær, hátíðin var sett klukkan 6 í gær. Já. Og byrjar allt saman í dag bara með, já núna klukkan 3 það ekki með kaffisamsæti í Tryggvaskála? Jú. Það er rétt, það er viðburður sem að sveitafélagið kom inn í og okkur þótti mjög gaman að fá inn að það er þetta afmæliskaffi og þetta er svona skemmtileg viðburður. Hann var í tjaldunni í fyrra en ákveðið var að færa hann inn í Tryggvaskála í ár og það held ég að virki bara mjög vel og það er kannski svona aðeins þægilegur umhverfi fyrir þennan viðburð heldur en tjaldi sjálf. Já. Sérstaklega ætli ljósið þessi núna að þá erum við náttúrulega með nýtt tjald. Það sem að hitt tjaldi eyðilagðist á Oktoberfest hjá Háskóla Íslands og það er nú gaman að segja fyrir því að einn af leikmönnum Árborgar, Páll Óli, var nú í stjórn stúdentarráðs þar og við höfum hugsað honum þegjandi þörfina eftir að tjaldi skemmtist en nýja tjaldi er mjög gott en það er svona aðeins öðruvísi og búið að taka aðeins lengri tíma að setja upp. Þannig að við erum svona með seinni skipunum en þetta verður allt klárt. Er það ekki að minna að stara í sniðum eða bara svipað? Það er aðeins öðruvísi, það er mjög svipað í fermetrum en það er aðeins lengra þannig að það verður svona aðeins þeir sem sitja aftast er aðeins lengar frá sviðinu heldur en hefur verið. Það er svona ílangara? Ílangara, já. En glæsilegt tjald enga síður og frá Einari Björnsinni hljóðgjörum sem eru mjög stór þáttur í þessari hátíð þeir hafa tjáð okkur það að hljómburðurinn sé betri í þessu tjaldi. Já, það er gott að heyra. Já, ég fagna því. En það eru tónleikar í kvöld svo og það er svona yngra fólki sem að fara að njóta þar. Já, það er svona, við höfum verið að horfa mikið í það að vera með Suðurlandsskjálftan og reyna að stuðla að því að hafa svona fyrir ungmenni og þá sem hafa áhuga á því og erum að hafa það með þessi svona rapp ívafi og í fyrra vorum við með Úlf en það voru svona færri sem komist aðeins vildu í ljósi þess að þá vorum við með 18 ára aldurstakmarkinn en núna er opið fyrir alla þar sem að samkvæmt lögum mega ungmenni vera inn á skemmtistöðum þar sem við selti áfengi til 22:00 eða 10 á kvöldi til. Já. Þannig að Úlfur spila frá 9 til 10 og síðan var að bætast við stór skemmtilegur viðburður þar sem að BMX Brothers munu mæta og vera með sýningu í boði Pulsvaxins klukkan 10:10 þannig að leið og Úlfur hættir að spila að þá taka þeir við úti og klára þennan 50 dag þennan Suðurlandsskjálfta með glæsilegri sýningu. Já, nú ekki leiðilegt. Ja, og svo náttúrulega mun Sælan taka lagið Sumar á Selfossi á samt öðru lagi fyrir Úlf og þeir munu gera það hann upp úr 8:30.
Þannig að við verðum með lag hátíðarinnar alltaf sumar á Selfossi, að það mun heyrast fyrst laga á hátíðinni. Já, það nú ekki leiðilegt. Þetta er hérna, ég held að ungu krakkarnir eru búin að læra lagið held ég bara alveg í gegn og rapplutan og allt saman að þessu líka. Já, þetta er allan að búa grafa sér djúpt í hjörtu íbúa hér, hvort sem þeir eru sko 5 ára eða 75 ára. Það er bara svolítið þannig. En svo rennur upp föstudagur og það eru stórglæsilegir tónleikar eins og alltaf í tjaldinu. Já, við viljum meina það. Við viljum meina það að þetta séu stórglæsilegir tónleikar og ég ætla nú ekki að segja að þeir glæsilegustu hinga til því að það er erfitt að toppa þessa tónleika sem hafa verið undan, en þeir eru alveg 100% jafngóðir. Algjörlega. Og tónlistamennir sem þarna koma fram eru glæsilegir og við höfum verið að taka það fram ítrekað í okkar auglýsingarefni, og það er náttúrulega forsölur eru í bónus í dag fyrir bæði Úlf eða Suðurlandsskjálftann og líka einu sinni var og hefst klukkan 4 og stendur til klukkan 6 og þar er þetta ná mjög góðum verðum á miðana því að það er dýrara við dyrnar heldur en í forsölunni. Já. En það er maður heyrir það er mikil tilhlökkun fyrir þessum tónleikum á föstudeginum, og eins og í gær þá seldum við helming miðana bara í gær. Já, þannig að það er kannski betra að mæta fyrir en seinna í dag. Já, ég myndi allan að mæla með því að ef þú vilt tryggja þig miða þá myndi ég mæta snemma, því að við erum með aðeins minni, við komum 100 færri í tjaldi í ár heldur en við gerum í fyrra. Okay. Þannig að við erum með svona kringu 600 manns sem að komast inn í tjaldi í ár. Já. Og það eru 300 meðafarnir. Já, ok. En svo er náttúrulega sneysivilt dagskrá á laugardaginn, það er náttúrulega brúarhlaupið og Helgi er búin að vera hjá okkur hérna í viðtali, búin að segja okkur eiginlega allt það. Já. En svo það er afmælishátíð hjá Selfoss Bíó og svo náttúrulega verður sprellegtæki og ýmislegt annað þarna upp á túni. Já. Og svo náttúrulega er morgumaturinn sem að verður náttúrulega er alltaf stæðsti ívendinn, eða stæðsti viðburðurinn á hátíðinni ásamt sléttusöngnum. Það má ekki gleyma morgumaturinn. Sem er náttúrulega kjarninn að hátíðinni, það er morgumaturinn og sléttusöngurinn. Algjörlega. Og þar náttúrulega eru við ótrúlega þakklátir Guðna Bakari og Krás og HB Kökugerð og MS og Ölgerðinni og Samkaup og Bónus og Flytjanda fyrir alla það aðstoð. Og svo má náttúrulega ekki gleyma gámaþjónustunni sem að hefur hjálpað okkur alveg heilan helling með öllu sem að snýraði að halda svæðinu hreinu. Og svo þannig að það verður ótrúlega gaman að taka mútið fólki þar, og það verið að rúlla þetta í gegnum milli 4.000 og 5.000 manns á hverju ári. Já. Og þannig ég veit að Guðni er núna að vinna hörðum höndum að græja rúmstíkin. Já. Og svo heldur þetta náttúrulega bara áfram og við ákváðum að taka svona öðruvísi nálgun á barnadagskráruna í ár og ákváðum að taka bara inn leikopin Lottu með svona ákveðið söngprogram sem við höldum að muni falla vel í kramið, og því að þetta er eitthvað sem hefur ekki verið á bæjarhátíðunum hérna í kring áður. Nei. Þetta er nýtt, þetta er ekki eitthvað endurtekið efni, þannig að við ætlum að gá hvernig þetta fellir í mannskapinn, og svo erum við mjög ánægðir með að hafa náð að landa Flúðafjörunu aftur, og það er bara orðinn árlegur viðburður með brunavörnum og Neutral. Þannig að það vakti mikla lukku í síðustu hátíð, og ef að það verður jafn gott veður og að þá sem allt stefnir í, þá mun það vekja mikla lukku og svo verður mjög skemmtilegt það sem við erum nú knattspyrnufélag, að þá erum við búin að fá til okkar mann að nafni Jörgen sem að lét hanna fyrir sig svona fótboltabiljard. Það er frítt í það og þar myndi geta skora á hvern sem bara í biljard eða pool eins og þetta er kallað. Og það er bara keppni, sá sem að vinna það, hann getur montað sér það sem er aðfyrir dagsins. Já. Það verður mjög skemmtilegt og gaman fyrir eins og krakkana að skora á foreldra sína og svo kolli. Já, nákvæmlega. Þetta er eitthvað fyrir alla? Það er eitthvað fyrir alla þarna og þannig að við erum bara spenntir fyrir því. En svo glemti ég náttúrulega nefna á föstudaginn að þá náttúrulega klukkan 3 er Arionbankadagurinn. Það sem er fjölskyldudagur Arion. Já. Þar er náttúrulega verið að gefa ýmis varning og þar er tónlistar og hoppukastalar í bóði Arionbanka og andlismálun, og þannig að það verður mjög flott í dag líka.
Þannig að við erum með marga fjölskyldu viðburði inn í þessari tónlistarhátíð, svo maður segja. Algjörlega. Og svo náttúrulega, eins og segir, Sléttusöngurinn náttúrulega einn af hápunktum hátíðarinnar og Magnús Kjartan, hann náttúrulega vera Sléttusöngurinn núna eins og í fyrra. Já, Magnús Kjartan eins og ég segi ofta, hann andlit hátíðarinnar og með glæsilegir andlitum sem við sjáum á sviði. Þannig að við erum mjög ánægðir með það. Og hann náttúrulega bara fagmaður fram í fingur góma, hvort sem sem kynnir eða trúbador eða stjórnar Sléttusöng eða stjórnar stuðlabandinu eða hvað sem það hann var ótrúlegur í fyrra og gerði ótrúlega mikið fyrir okkur og við vorum mjög ánægðir með að fá hann í ár til að vinna með okkur og svo náttúrulega náðum við að fá stuðlabandi í kjölfarið til þess að klára ballið á laugardaginn. Algjörlega. Og nú held ég fari rétt með að það sé eina ballið sem á Selfossi þetta kvöldið og þá gerum við ráð fyrir því að það muni bara vera opið tjald lengur heldur en var í fyrra. Og það frítt inn? Það frítt inn. Aha. Veitingar á vægu verði alla þessa daga og það þarf enginn að fara að smygla sínu eigin inn vegna þess að við erum ekki að einhverju massífri gróðastarfsemi heldur bara að leita til smá styrk til þess að reka félagið. Þetta skemmtilegt líka svona kvöldar sem að það vantarlega 18 ára aldurstakmark inn á ballið. Já, það bara ef við komum til í fylgd með fullorðnum þá getur hann bara verið í ákveðin tíma en já, í fyrra var þetta þannig að foreldrarnir rettuðu pössun og fóru með börnin heim eða þá að þau voru með þeim í smá stund í viðbót en þeir sem voru eftir sko eitt það voru nú oftast bara þeir sem voru 18 ára eldri. Já, akkurat. Þannig að það verður örugglega þannig ára líka en það þetta mjög gott partí. Já, algjörlega og strákarnir klikka náttúrulega ekki. Nei, þeir sem voru á þjóðatíð sáu náttúrulega bara hvað þessi strákar gera og yfir hverju þeir búa og þeir geta bara að spila hvað sem og þeir lesa salin betur en margir aðrir og bara finna nákvæmlega þá línu sem fellur í kramið og ég sé ekki neitt í til fyrirstöðu að það ekki fjúki bara af tjaldinu þetta kvöld sko. Já, það ekki? Já. Þetta verður skemmtilegt. En orðin fastmótuð dagskrá eða einhverju viðburðir að bætast við svona hægt á sjöndi? Já, við erum það svona hægt og rólega verða kannski eitthvað svona litla breytingar en allt þetta stóra komið inn og ég hvet náttúrulega fólk eindrið til þess að fylgjast mjög vel á Facebook síðan okkar, Sumar Selfossi. En við erum mjög aktífir þar að láta vita hvað í gangi og hvað í boði og annað slíkt og og það svona lykillinn að þessu að þeir sem ætla að vera algjörlega með á hreinu hvað að gerast, þeir þurfa svolítið að vera á refresh-takkanum þar. Já, nákvæmlega. En við ætlum að fylgja ykkur aðeins eftir helgina og við ætlum að vera með Sléttusönginn annað ári í röð í beinni útsendingu hjá okkur. Já, það náttúrulega stórkostleg viðbót. Vakti mikla lukku í fyrra. Já. Náttúrulega í bóði Velsmið Suðurlands og svo ætlum við líka vera með ykkur á túninu á laugardaginn. Fylgjast með allir sem að gerast þar. Hlökkum bara ótrúlega mikið til og vonandi ná að fylla Sigtúnsgarðinn alveg smekkfyllan og njóta vel. Algjörlega. Takk hérlega fyrir að koma okkur Bjarni. Takk sömuleiðis. Flott lag frá Only Murs, lag sem heitir Please Don't Let Me Go. En já, við ætlum að halda fram að forvitnast það sem að gerast hér á Suðurlandinu og sumar á Selfossi bæjarhátíðin hér á Selfossi og heldur mann upp á hana núna þessa helgina og til að forvitnast örlítið meira þessa hátíð þá hann Guðjón Bjarni Hálfdanarson hjá Árborgarliðinu mættir hérna til mín, sælblessaður. Sælblessið, takk fyrir að taka mót okkur. Já, sjálfsagt. Þið Árborgarliðið í rauninni sér undirbúning þessarar bæjarhátíðar. Já, við höfum gert það og erum búin að halda hana með þessu ívafi núna svona undanfarin 6 ár eins og hún núna. Og það bara stjórnin og leikmenn og aðri velunarar sem að sjá að þessi hátíð sé haldin. Og þetta fer alltaf svona svolítið stækkandi? Já, þetta fer stækkandi og það náttúrulega bara skemmtilega við þetta að hátíðin fer stækkandi og klúbburinn fer stækkandi. Þannig að það það sem við erum að sækjast eftir, við erum að sækjast eftir að stækka og geta að gefa meira á okkur til sveitarfélagsins. Og þið hafa verið að því, þið hafa verið að sinna svona alls konar góðgerðarmálu líka og safna peningum fyrir hitt og þetta? Já, við hefum verið að gera það og okkur eins og ég segi, okkur finnst það bara mjög mikilvægt og finnst það bara að vera stór partur í því að vera íþróttafélag að það að gefa af sig líka, við erum að óska eftir stuðningi frá fólki
og þá finnst okkur mjög gott að geta svara í sömu mynd og það bara eitt af markmiðum klúbbsins sem við settum okkur að það að reyna að vera öðrum félögum til fyrirmyndar hvað þetta varar. En það mikil skipulagning sem að fylgir svona stóri hátíð. Já. Tala ekki þegar við erum komin með hátíð frá miðvikudegi til sunnudags. Heldur betur og það er ég geti sagt það eru mörg handtök sem að þarna bakvið og það er verið að keyra vel á mannskapnum sem í liðinu og í kringum þetta en það skemmtilega við það að allir sem að þessu koma þeir gerir þetta allir með bros og vör því að við vitum hvað þetta skilar miklu inn í sveitarfélagið. Já, nákvæmlega. En þetta byrjar nú allt saman í gær, hátíðin var sett klukkan 6 í gær. Já. Og byrjar allt saman í dag bara með, já núna, klukkan 3 það ekki, með kaffisamsæti í Tryggvaskála? Jú, það er rétt. Það er viðburður sem að sveitarfélagið kom inn í og okkur þótti mjög gaman að fá inn að það er þetta afmæliskaffi. Og þetta er svona skemmtileg viðburður. Hann var í tjaldunni í fyrra en ákveðið var að færa hann inn í Tryggvaskála í ár og það held ég að virki bara mjög vel og það er kannski svona aðeins þægilegur umhverfi fyrir þennan viðburð heldur en tjaldi sjálf. Sérstaklega náttúrulega ljósið þessi núna þá erum við náttúrulega með nýtt tjald þar sem að hitt tjaldi eyðilagðist á Októberfest hjá Háskóla Íslands og það er nú gaman að segja fyrir því að einn af leikmönnum Árborgar, Páll Óli, var nú í stjórn stúdentarráðs þar og við höfum hugsað honum þegjandi þörfina eftir að tjaldi skemmtist en nýja tjaldi er mjög gott en það er svona aðeins öðruvísi og búið að taka þess lengri tíma að setja upp þannig að við erum svona með seinni skipunum en þetta verður allt klárt. Er það ekki að minna að stara í sniðum eða bara svipað? Það er aðeins öðruvísi, það er mjög svipað í fermetrum en það er aðeins lengra þannig að það verður svona aðeins þeir sem sitja aftast er aðeins lengar frá sviðinu heldur en hefur verið. Það er svona ílangara? Ílangara, já. En glæsilegt tjald enga síður og frá Einari Björnsinni hljóðgerum sem eru mjög stór þáttur í þessari hátíð þeir hafa tjáð okkur það að hljómburðurinn sé betri í þessu tjaldi. Já, það er gott að heyra. Já, ég fagna því. En það eru tónleikar í kvöld svo og það er svona yngra fólki sem að fara að njóta þar. Já. Það er svona, við höfum verið að horfa mikið í það að vera með Suðurlandsskjálftann og reyna að stuðla að því að hafa svona fyrir ungmenni og þá sem hafa áhuga á því og erum að hafa það með þessi svona rapp ívafi og í fyrra vorum við með Úlf en það voru svona færri sem komist aðeins vildu í ljósi þess að þá vorum við með 18 ára aldurstakmarkinn en núna er opið fyrir alla þar sem að samkvæmt lögum mega ungmenni vera inn á skemmtistöðum þar sem við selti áfengi til 22:00 eða 10 á kvöldi til. Já. Þannig að Úlfur spila frá 9 til 10 og síðan var að bætast við stór skemmtilegur viðburður þar sem að BMX Brothers munu mæta og vera með sýningu í boði Pulsvaxins klukkan 10:10 þannig að leið og Úlfur hættir að spila að þá taka þeir við úti og klára þennan 50 dag þennan Suðurlandsskjálfta með glæsilegri sýningu. Já, nú ekki leiðilegt. Já, og svo er náttúrulega mun Sælan taka lagið Sumar á Selfossi á samt öðru lagi fyrir Úlf og þeir munu gera það hann upp úr 8:30. Þannig að við verðum með lag hátíðarinnar alltaf Sumar á Selfossi að það mun heyrast fyrst laga á hátíðinni. Já, það er nú ekki leiðilegt. Þetta er ég held að ungu krakkarnir eru búin að læra lagið held ég bara alveg í gegn og rapplutan og allt saman að þessu líka. Já, þetta er allan að búa grafa sér djúpt í hjörtu íbúa hér. Já. Hvort sem þeir eru 5 ára eða 75 ára. Það er bara svolítið þannig. En svo rennur upp föstudagur og það eru stórglæsilegir tónleikar eins og alltaf í tjaldinu. Já, við viljum meina það. Við viljum meina það að þetta séu stórglæsilegir tónleikar og ég ætla nú ekki að segja að það er glæsilegustu hinga til því að það er erfitt að toppa þessa tónleika sem hafa verið undan en þeir eru alveg 100% jafngóðir. Algjörlega. Og tónlistamennir sem þarna koma fram eru glæsilegir og við höfum verið að taka það fram ítrekkað í okkar auglýsingarefni og það er náttúrulega forsölur eru í bónus í dag fyrir bæði Úlf eða Suðurlandsskjálftann og líka einu sinni var og hefst klukkan 4 og stendur til klukkan 6
þar er þetta ná mjög góðum verðum á miðana því að það er dýrara við dyrnar heldur en í forsölunni. Já. En það er maður heyrir það er mikil tilhlökkun fyrir þessum tónleikum á föstudeginum og eins og í gær þá seldum við helming miðana bara í gær. Já, þannig að það er kannski betra að mæta fyrir en seinna í dag. Já, ég myndi allan að mæla með því að ef þú vilt tryggja þig miða þá myndi ég að mæta snemma því að við erum með aðeins minni, við komum 100 færri í tjaldi í ár heldur en við gerum í fyrra. Ok. Þannig að við erum með svona kringu 600 manns sem að komast inn í tjaldi í ár. Já. Og það eru 300 meðafarnir. Já, ok. En svo er náttúrulega Sneisavíld dagskrá á laugardaginn, hann náttúrulega brúarhlaupið og Helgi er búin að vera hjá okkur hérna í viðtali, búin að segja okkur eiginlega allt það. Já. En svo það er afmælishátíð hjá Selfoss Bíó og svo náttúrulega verður sprellegtæki og ýmislegt annað þarna upp á túni. Já. Og svo náttúrulega er morgumaturinn sem að verður náttúrulega er alltaf stæðsti ívendinn eða þess að stæðsti viðburðurinn á hátíðinni ásamt sléttusöngnum. Það má ekki gleyma morgumaturinn. Sem er náttúrulega kjarnin að hátíðinni, það er morgumaturinn og sléttusöngurinn. Algjörlega. Og þar náttúrulega erum við ótrúlega þakklátir Guðna Bakari og Krás og HB Kökugerð og MS og Ölgerðinni og Samkaup og Bónus og Flytjanda fyrir alla þá aðstoð og svo má náttúrulega ekki gleyma gámaþjónustunni sem að hefur hjálpað okkur alveg heilan helling með öllu sem að snýraði að halda svæðinu hreinu og svo þannig að það verður ótrúlega gaman að taka móti fólki þar og það verið að rúlla þetta í gegnum milli 4 og 5.000 manns á hverju ári. Já. Og þannig ég veit að Guðni er núna að vinna hörðum höndum að græja rúmstíkin. Já. Og svo heldur þetta náttúrulega bara áfram og við ákváðum að taka svona öðruvísi nálgun á barnadagskráruna í ár og ákváðum að taka bara inn leikopin Lottu með svona ákveðið söngprogram sem við höldum að muni falla vel í kramið og því að þetta er eitthvað sem hefur ekki verið á bæjarhátíðunum hérna í kring áður. Nei. Þetta er nýtt, þetta er ekki eitthvað endurtekið efni þannig að við ætlum að gá hvernig þetta fellir í mannskapinn og svo erum við mjög ánægðir með að hafa náð að landa Fróðafjörunu aftur og það er bara orðin árlegur viðburður með brunavörnum og Neutral. Þannig að það vakti mikla lukku í síðustu hátíð og ef að það verður jafn gott viður og að þá sem allt stefnir í þá mun það vekja mikla lukku og svo verður mjög skemmtilegt það sem við erum knattspyrnufélag að þá erum við búin að fá til okkar mann að nafni Jörgen sem að lét hanna fyrir sig svona fótboltabiljard. Það er frítt í það og þar myndi geta skora á hvern sem bara í biljard eða pool eins og þetta er kallað. Og það er bara keppni, sá sem að vinna það, hann getur montað sér það sem er aðfyrir dagsins. Já. Það verður mjög skemmtilegt og gaman fyrir eins og krakkana að skora á foreldra sína og svo kolli. Já, nákvæmlega. Þetta er eitthvað fyrir alla? Það er eitthvað fyrir alla þarna og þannig að við erum bara spenntir fyrir því. En svo glemti ég náttúrulega nefna á föstudaginn að þá náttúrulega klukkan 3 er Arjónbankadagurinn. Það sem er fjölskyldudagur Arjón. Já. Þar er náttúrulega verið að gefa ýmis varning og það eru tónlistar og hoppukastalar í bóði Arjónbanka og andlismálun þannig að það verður mjög flott í dag líka. Þannig að við erum með marga fjölskyldu viðburði inn í þessari tónlistarhátíð eins og maður segja. Algjörlega. Og svo náttúrulega eins og segir sléttusöngurinn er náttúrulega einn af hápunktum hátíðarinnar og Magnús Kjartan, hann ætlar náttúrulega að vera sléttusöngurinn núna eins og í fyrra. Já, Magnús Kjartan er eins og ég segi oft, hann er andlit hátíðarinnar og með glæsilegir andlitum sem við sjáum á sviði þannig að við erum mjög ánægðir með það og hann er náttúrulega bara fagmaður fram í fingur góma hvort sem sem kynnir eða trúbador eða stjórnar sléttusöng eða stjórnar stuðlabandinu eða hvað sem það er hann var ótrúlegur í fyrra og gerði ótrúlega mikið fyrir okkur og við vorum mjög ánægðir með að fá hann í ár til að vinna með okkur og svo náttúrulega náðum við að fá stuðlabandi í kjölfarið til þess að klára ballið á laugardaginn. Algjörlega. Og nú held ég fari rétt með að það sé eina ballið sem er á Selfossi þetta kvöldið og þá gerum við ráð fyrir því að það muni bara vera opið tjald lengur heldur en var í fyrra. Og það er frítt inn? Það er frítt inn. Aha. Veitingar á vægu verði alla þessa daga og það þarf enginn að fara að smygla sínu eigin inn vegna þess að við erum ekki að einhverju massífri gróðastarfsemi heldur bara að leita til smá styrk til þess að reka félagið. Þetta er skemmtilegt líka svona kvöldar sem að það er vantarlega 18 ára aldurstakmark inn á ballið. Já, það er bara ef að við komum dagil í fylgd með fullorðnum
þá getur hann bara verið í ákveðin tíma. En já, í fyrra var þetta þannig að foreldrarnir redduðu pössun og fóru með börnin heim eða þá að þau voru með þeim í smá stund í viðbót, en þeir sem voru eftir sko 1, það voru nú oftast bara þeir sem voru 18 ára eldri. Já, akkurat. Þannig að það verður örugglega þannig í ári líka, en það er þetta mjög gott partí. Já, algjörlega, og strákarnir klikka náttúrulega ekki. Nei, þeir sem voru á þjóðhátíð sáu náttúrulega bara hvað þessi strákar gera og yfir hverju þeir búa og þeir geta bara að spila hvað sem er og þeir lesa salin betur en margir aðrir og bara finna nákvæmlega þá línu sem fellur í kramið og ég sé ekki neitt í til fyrirstöðu að það ekki fjúki bara af tjaldinu þetta kvöld sko. Já, það ekki. Þetta verður skemmtilegt. En er orðin fastmótuð dagskrá eða er einhverju viðburðir að bætast við svona hægt og síðandi? Já, við erum svona, það er svona hægt og rólega verða kannski eitthvað svona litla breytingar en allt þetta stóra er komið inn og ég hvet náttúrulega fólk eindrið til þess að fylgjast mjög vel á Facebook síðan okkar, Sumar Selfossi. En við erum mjög aktífir þar að láta vita hvað er í gangi og hvað er í boði og annað slíkt og það er svona lykillinn að þessu að þeir sem ætla að vera algjörlega með á hreinu hvað er að gerast, þeir þurfa svolítið að vera á refresh-takkanum þar. Já, nokkulega. En við ætlum að fylgja ykkur aðeins eftir helgina og við ætlum að vera með Sléttusöngin annað ári í röð í beinni útsendingu hjá okkur. Já, það er náttúrulega stórkostleg viðbót. Vakti mikla lukku í fyrra. Já. Náttúrulega í bóði Velsmið Suðurlands og svo ætlum við líka vera með ykkur á túninu á laugardaginn. Fylgjast með allir sem er að gerast þar. Hlökkum bara ótrúlega mikið til og vonandi ná að fylla Sigtúnsgarðinn alveg smekkfyllan og njóta vel. Algjörlega. Takk hérlega fyrir að koma okkur inn. Takk sömuleiðis. Suðurland FM 973 í Keflavík. Höldum af staðinn í draumaland og bökkum alveg sásunnan Ingólfsfjalls. Nú keyrir þjóðveg 1 út úr Reykjavík og hálftíma